Oft þegar maður er að búa til kennslumyndbönd þá getur það komið sér vel að maður getur sett ýmiss konar myndefni ofan á þau myndskeið sem að maður er með á tímalínunni í kennslumyndböndinu. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég geri þetta. Ég byrja í forritinu Keynote að teikna upp það myndefni sem ég ætla að nota síðar í iMovie. Hér sjáðu þið pílu sem ég teiknaði upp og vandaði mig mikið með. Ég passa mig á því áður en ég flyt hann yfir í iMovie að glæran sem að pílan er á sé þannig stillt að bakgrunnurinn sé stilltur á no fill, það er að segja að hann sé gegnsær. Þegar það er búið að tryggja þetta þá er þetta að flytja út myndina og það ger ég með því að fara í punktana 3 efst í horninu hægra megin, velja Export og Images. Þar still ég á PNG sem format fyrir myndina og passa upp á það að það sé kveikt á stillingunni Transparent Backgrounds. Þá er komið að því að velja Export og vista myndina í Photos eða í myndaalbúmið í iPadinum, það er sem við getum nálgast hana í iMovie. Nú færum við okkur aftur yfir í iMovie. Ég finn myndina í Photos, vel hana, vel síðan þessar 3 punkta sem eru hægra megin og þar hef ég möguleikan Picture in Picture sem ég vel. Þá leggst myndin yfir það myndskeið sem er á tímalínunni og þið sjáuð að bakgrunnurinn er ekki á myndinni, hann er gegnsær. Nú þarf ég bara að koma inn á réttan stað, þannig að ég vel myndina á tímalínunni. Þá fæ ég valmöguleikan sem eru svona 2 pílur sem eru hornrétt á hvor aðra. Með það valið þá get ég fært myndina sem ég lagði yfir myndskeiðið mitt til á skjánum og staðsett hana eins og ég vil hafa hana.